Félagsmálaráðherra segir að einkarekin sumardvalarheimili fyrir fullorðið fatlað fólk séu ekki leyfisskyld en að hún vænti þess að aðstandendur þeirra sem hafi orðið fyrir ofbeldi á tilteknum stöðum sendi þá ekki þangað aftur. Fréttastofa RÚV hefur undir höndum 3 bréf sem Þroskahjálp sendi félagsmálaráðuneytinu og velferðarráðuneytinu á 12 ára tímabili þar sem kallað er eftir eftirliti með einkaaðilum sem bjóða fötluðum sumardvöl. Kastljós fjallaði síðustu viku mál 2 fatlaðra kvenna sem sökuðu karlmönnum kynferðisbrot og sumardvalarheimili fatlaðra fyrir rúmu ári. Þroskahjálp hefur lengi beitt sér fyrir umbótum og leitaði til félagsmálaráðherra sem fer með yfirstjórn málefna fatlaðs fólks samkvæmt lögum. Í bréfi til félagsmálaráðuneytisins í maí 2001 kallar Þroskahjálp eftir því að eftirliti verði komið á með starfsemi einkaaðila sem bjóða fötluðu fólki sumardvöl. Í janúar 2007 er bent á að fram hafi komið ásakanir óviðeigandi framkomu meðferðaraðila gagnvart skjólstæðingum og spurt er hvernig eftirliti ráðuneytisins sé háttað. Og í ágúst 2013 segir Þroskahjálp í bréfi til ráðuneytisins að margoft hafi samtökunum borist til eyrna sögur aðbúnað sem ekki sé boðlegur á sumardvalarstöðum. Hvernig stendur nú á því að félagsmálaráðuneytið og velferðarráðuneytið hafi ekki brugðist við ábendingu frá Þroskahjálp að skoða þessa staði þar sem eru sumardvalir fyrir fullorðið fatlað fólk? Það hefur verið brugðist með því að gefa út sérstaklega gátlista á vegum réttindavaktar velferðarráðuneytisins. En eftirliti var greinlega ekki nógu mikið úr því að þetta gat gerst þessi meintu kynferðisbrot gátu átt sér staðana. Ég held að við verðum bara að gera okkur grein fyrir því og ég held að við sem samfélag, meðal annars í ljósi þeirra umfjöllunar sem hefur verið í Kastljósinu, að fatlað fólk, aldraðir, börnin okkar, fleiri hópar, eru kannski varnarlausari í samfélaginu. Við höfum verið að bregðast í því meðal annars með að fara á stað með sérstakt landssamráð gegn ofbeldi. En eftirlitið hlýtur að hafa brugðist úr því að þetta gat gerst. Við sjáum það að meira svo stöðum þar sem er leyfi að þar hafa komið upp alvarleg mál, mjög alvarleg. Við þurfum bara sem samfélag held ég að horfast í augu það að ofbeldi er til staðar og líka sem samfélag að segja það að við sættum okkur ekki við það. En stjórnvöld og ráðuneyti hljóta að hafa brugðist þessu eftirlitshlutverki. Við höfum náttúrulega brugðist við þeim ábendingum sem hafa komið. Réttindavakt velferðarráðuneytisins hefur verið að sinna þessu verkefni. En ef það var brugðist við þessum ábendingum, af hverju fékk þá þetta heimili Nýibær áfram að taka á móti fötluðum í sumardvalir? Það er þannig að það er ekki þannig að starfsemi sumardvalarstaða sé leyfisskyld með einhverjum. Mun Nýibær geta starfa áfram næsta sumar og tekið fatlað fólk til sumardvalar? Það er þannig að Nýibær er ekki leyfisskyldur. Ég vænti hins að þess að þeir sem taka ákvörðun einstaklingarnir sjálfir, þeirra aðstandendur og félagsþjónustan mun að sjálfsögðu ekki styðja þá í að fara á staði, hvorki þennan stað eða aðra staði þar sem við vita að viðkomandi hafa orðið fyrir ofbeldi.